Listaverk í lífríkinu í boði Kanon. Velkomin í listaverk í lífríkinu. Viðfangsefni þessa þáttar sannkallað listaverk. Þórshaninn svo sannarlega stórglæsilegu fugl. Fallegur rauðleitur sumarbúningurinn, gulur goggurinn og sérlega skemmtilegt atferli einkenni tegundarinnar. Kvenfuglarnir litríkari og þeir biðla, en karlfuglarnir liggja á eggjum og sjá ungana. Vetrarbúningur Þórshana grár og hvítur og þar komin skýringin á skrýtnu ensku nafni fuglsins, en hann heitir Grey Phalarope á Englandi, enda sést hann ekki á Englandi nema utan varptíma. En á amerískri ensku heitir hann Red Phalarope, en varpstöðvar einmitt nyrst í Norður-Ameríku. Það alltaf gaman að sjá sjaldgæfari varpfugla og mynda þá, en það afar mikilvægt að trufla ekki varp þessara glæsilegu fugla og fylgja lögum, en stranglega banna þegar nálgast varp þeirra. Myndirnar sem ég tók hér teknar og birtar með sérstöku leyfi frá Umhverfisstofnun. Og aðeins að ljósmynduninni. Þegar ljósmyndarar mynda vaðfugla í fjörum mikilvægt að vera ekki að elta fuglana, heldur koma sér fyrir og bíða eftir að þeir nálgist. Best að vera í eins konar felutjaldi, en það ekki alltaf hægt. Þórshanar gjarnan á þannig stöðum. Það getur verið nokkuð sóðalegt að mynda þá og ljósmyndabúnaðurinn minn hefur aðeins fengið að finna fyrir því gegnum tíðina. Maður þarf helst að liggja á blautum leirum í fjörum, í þangi og drullu. Oftar en ekki flæðir að manni og nánast alltaf kemur maður heim sjóblautur, drullugur og kaldur. En það þess virði. Ég vil að lokum benda á heimasíðuna mína eithorringi.com og icelandicbirds.com og svo má finna mig á Facebook og Instagram. Endilega sendi mér línu ef að spurningar vakna Þórshana, aðra fugla, ljósmyndun eða annað sem tengist myndunum mínum. Vegna verndunarssjónarmiða mun ég þó ekki gefa upp hvar Þórshana má helst finna.